gestir. Ég ætla aðeins að nefna bara í tilefni dagsins og tilefni ársljósins, nokkuð verkefni sem í gangi á efnislíf og orkutækni deild Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, sem ég veiti, það að segja, deildinni sem ég veiti forstöðu. Ef þið googlið góð hugmynd eða good idea eða líka ef þið googlið nýsköpun eða innovation, þá kemur þetta upp. Það er mjög mikið að ljósaperum og það er einhvern veginn svona tákn yfir nýsköpun og góða hugmynd. Það er þegar ljósið kviknar. Þetta er svolítið fyndið af því að þessi ljósapera er eiginlega dæmi um það það var kannski góð hugmynd fyrir 150 árum, en það hefur eiginlega engin nýsköpun orðið í ljósaperum síðan. Þið sjáið nýtni þessari hefðbundnu glóðaperu sem við erum ennþá að nota í dag, þarna hvernig hún hefur breyst alveg þarna neðst á þessu grafi frá 1879 og til ársins 2000, að það er ekki mikil nýsköpun í gangi. Það kemur önnur tækni fram á sjónarsviðið, flúrljós og svona natriumljós sem eru gulu lamparnir sem við sjáum í gróðurhúsunum þegar við keyrum yfir landið, sem eru þarna efst uppi, sem hafa hingað til sýnt besta nýtingu á raforku til að framleiða ljós og það er þess vegna sem verið að nota þau í gróðurhúsum. En svo þannig í kringu 1996 þá gerist eitthvað og þetta er nýsköpun. Þarna kemur LED-lýsing eða ljós-tvistar, þeir koma fram á sjónarsviðið, eða hvítar ljósdíóður, og þið sjáu hvernig vöxturinn hefur verið í nýtni þeirra á þessum árum síðan að þær voru fundnar upp. Nóbelsverðlaunin á síðasta ári voru veitt fyrir þessa tækni. Þannig ef þið ætla að teikna svona góða hugmynd, þá skulið þið bara hætta að teikna þessi ljósaperur og teikna svona bláa díóður í staðinn. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Það þýðir það til dæmis að við þurfum að endurhugsa þessa lýsingu í gróðurhúsum og í öðrum iðnaði sem að koma fram á sjónarsviðið, það er þörungaræktun. Og deildin hefur starfað núna með fyrirtæki sem heitir Key Natura, eitt af þeim fyrirtækjum sem kom í gegnum Startup Energy viðskiptahraðalinn núna síðast og ætlar að nýta sér LED-lýsingu til að rækta þörunga fyrir síðan efnisframleiðslu. Og þið sjáu þarna af hverju þetta er mikilvægt. Þið sjáu ísóg fyrir þörungana, ljós ísóið sem er fyrst og fremst í bláu ljósi og rauðu ljósi og ekki í gulu ljósi eins og kemur frá þessum hefðbundnu gróðurhúsalömpum. Þannig að það er þetta sem að þið munuð sjá í gróðurhúsum í framtíðinni og ekki gul ljós. Fyrirtækið DTE var nefnt hérna áðan. Við höfum verið að vinna með því að nota ljós til efnagreininga, skjóta leysigeislum á efni, eins og þið sjáið þarna bútur af kryólíti sem að fær á sig gríðarlega öflugan laserpúls. Þetta eru megavött af ljósi sem að lenda á efninu í nokkra nanosekundur og splundra því þannig að efnið gefur frá sér ljós og fingrafar, eins og þið sjáðu þarna hægra megin, fyrir hvaða efni er að ræða. Þannig að ljós í líftækni, ljós í efnistækni, ljós í orkutækni, þar höfum við, eins og Guðbjörg nefndi áðan, sett í gang þetta efnistæknisetur. Eitt af þeim fyrirtækjum sem eru að koma vonandi til landsins á þessu sviði er Silicor Materials sem framleiðir kísil eða hreinsar kísil fyrir sólarsellur
og það hefur gætt smá misskilnings í umfjöllun þetta fyrirtæki að það sé gríðarlega mengandi og eitthvað en sem það er ekki. Þetta ný aðferð til þess að hreinsa kísil sem hefur mjög lítil umhverfisáhrif og mjög mikilvægt skref í því að lækka kolefnisfótspor sólarsella. Og Óli Valevik kom inn á það áðan hvað það getur skipt miklu máli til dæmis þegar það verið að setja sólarsellur í umhverfisvænar byggingar. Við erum að rannsaka ljós í samhengi örtækni. Þar erum við með samstarfið nokkra af 300 bestu háskólum í heimi, þar á meðal Háskóli Íslands og Harvard og Imperial College. Þorsteinn nefndi líka ljósvörpuna, alveg byltingarkennd aðferð í veiðum sem ekki bara sparar olíu eins og Þorsteinn nefndi heldur verndar sjávarbotninn. Það er að segja botnvarpa sem ekki snertir botninn og sem mjög mikilvæg fyrir allt viðkvæmt lífríki á sjávarbotni. Samskiptatæknin ein mikilvægasta ljóstæknin. Það ekkert internet væri mögulegt, engin snjallsímar eða nettengdar tölvur án þess að vera með ljósleiðara. Það unnið að stofnun fjarskiptaklassa þar sem Nýsköpunarmiðstöð verður aðili og vonandi fleiri heldur en eru sýndir þarna. Við vorum með skemmtilegt verkefni á vetrarhátíð þar sem við tókum upp innan gæsalappa hljóðið í ljósinu sem hafði ferðast 30 km leið eftir Reykjanesinu og vorum með smá innsetningu í Norræna húsinu í samstarfi við þessar listamenn þarna, Frímann Kjerúlf og Körver Thoroddsen. Það líka ljós í tækniyfirfærslu, fanga góðar hugmyndir og það sem hefur komið fram í greiningarskýrslum íslenskt atvinnulíf að Ísland stendur mjög framarlega í rannsóknum, gríðarlega framarlega getur maður sagt á alþjóðavísu, hins vegar mjög aftarlega þegar kemur að mikilvægi hátækni afurða í útflutningi. Þannig að einhvers staðar þarna á milli rof. Það er mikið af góðum og mikilvægum rannsóknum en það hefur ekki tekist að færa það yfir þýða það yfir í hátækni útflutning. Þannig að við erum að efla samstarf við meðal annars hugverkanefnd Háskólans og Landspítalans og síðan í framhaldinu vonandi aðra skóla og stofnanir til þess að hjálpa til við að breyta þessum rannsóknum í mikilvægar hugmyndir og framkvæma þær á þann hátt að það skili sér í auknum verðmætum fyrir samfélagið.